Var rosalega mikið líf þarna á Akureyri, svona tónlistarlíf, af því nú kom Brá og Bíllandi þarna líka og ég þekki nú marga sem voru í þessum bransa sem eru frá Akureyri. Svo voru svona skólahljómsveitir, bæði í Gagnfræðaskólanum og Menntaskólanum. Það komu nokkrir frægir menn, sko. Til dæmis voru Haukur Ingibergs og Egill Eðvars. Já, þeir komu þarna. Þeir voru hérna í skólahljómsveitum í Menntaskólanum. Þannig að það var heilmikið líf þarna og það voru með þess að haldnir tónleikar í Nýja bíó. Það líklega verið veturinn 65-6 sem að það var gífurleg gróska. Það var 5 hljómsveitir sem að tróðu upp og það voru 2 tónleikar þennan vetur og bæði skipti 5 hljómsveitir og annars skipti voru til dæmis Brá og strákarnir að spila. Áður en ég kom í bandi. Já, einmitt. En svo byrjir, Bravo svona bandi sem verður svona þekkt, svona landsþekkt, eða ekki, þú ferði í það hljómsveit á seinni, svona þegar þeir eru búin að vera aðeins í gangi. Já, það reyndar eftir til dæmis Kings tónleikana og þeir spiluðu þarna í Östurbæ, það hafi verið 65 haustið. Og þá ferð þú inn í bandi eftir það? Ég kem nú ekki fyrir bara vorið. 66, Og þá ertu orðin það flinkur gítarleikari að það ekki hægt að þeir verða bara að fá þig í bandið. Þeir voru eitthvað búin að taka eftir mér. Þá var ég búin að vera að spila í hljómsveit með allavega, það voru 2 jafnaldrar mínir sem við æfðum okkur og áttum fín hljóðfæri og svona. En það var svona aðal vandamálið, það vant alltaf bassaleikara í það band, sko. En Bravo strákarnir, þeir voru stundum að njóstum okkur þegar við vorum að æfa kannski í Gagnfræðaskólanum, við vorum að leita til þess að Þannig að eftir að skólanum var búinn að daginn, þá var þetta fenguð að æfa komast inn og æfa. Þannig að þeir buðu mér semst í bandið þá, þannig að vorið 66. En það var bara rétt á skólalaukum vorið, þannig að svo fóru allir í sumari, þannig að það svona loknaðist svona einhver svona dauður tími, en svo byrjuðum við aftur haustið, en þá var komin nýr trommari inn í myndina og þá breyttum við nafn. Þá hét hljómsveitin Spacemen. Spacemen, já, akkurat. Það var svona band sem að spilaði bara heilmikið, mörgum skólaböllum, barnaskólum og Gagnfræðaskólum og víðar. Ég man fyrst heyrði fyrst að þér í Ljósbrá. Já. Hljómsveit sem í Ljósbrá. Já, Spacemen var sko 66 til svona 67, já, svona rúmt ár. Já. Ljósbrá var ekki fyrir hann sko 73, sko. Já. Og það hljómsveit sem gefur út Já, ég heyrði þér í útvarpinu, sko. Já, einmitt. Maður fór náttúrulega hafði aldrey komið norður, sko. Það var svo langt þangað. Já, það var eiginlega svona, það fyrsta sem ég spilaði inn á plötu, það var einmitt þarna 73, þannig að vorið það spilaði inn á fleiri plötur. Og þá kemur allt í einu bara gítarsóló sem bara, góðan daginn. Einmitt. Þeir geta þetta. Það var mjög skemmtilegt. Svo, þú ert í þessum bötum, svo næst veit ég af þér í Rooftops. Þekki náttúrulega ekki fyrir en þú fer í Rooftops. Það er bara árið seinna, það er bara árið seinna. 74, sko. Já, þá þér boðið í Rooftops í Reykjavíkur hljómsveit. Sem hlýtur náttúrulega að vera, af því það var haugur af gítarleikurum í Reykjavík. Þannig að þeir fá þig þarna í þetta band sem hlýtur að vera ansi góð meðmæli. Ég var reyndar búinn að hoppa upp á svið hjá þeim svona 2-3 skipti þegar á böllum. Þá fyrir norðan eða? Fyrir norðan til dæmis, já. Og tekið lagið með þeim svona. Hvernig kom það til? Eða var það bara, vissu þeir að þér eða? Ég var náttúrulega búinn að kynnast þessum strákum svona, bara gegnum þennan bransa, sko. Já. Þannig að, já, það var svo bara andlegist að Gunni, vinur meginn Guðjónsson, lánaði mér gítarinn sinn og Vigni Bergman var hinum meginn á sviðinu, sko. Já. Það var bara gítarsóló í stereo. Já, þá var Vigni Bergman einmitt á gítarsóló. Og Gunni líka. Gunni var þarna. Og hver var á bassa? Jón Pétur. Það var Jón Pétur, Ari á trommur. Og Guðmundur Haukur var söngvari. Já. Ég man í þess að... Þannig að
Ég kem semst inn í staðinn fyrir Vignir, sko, þá þegar hann hættir, og fyrst hann í Trúbrot smá tímabil og svo aftur í Judas, sko. Ég veit. Þannig að þegar ég byrjaði með Rúdolf, þá fer ég beint í Fljóthuttum. Já, býttu, þá flytur þið þá ekki í Reykjavík? Jú, ég flutti suður hérna. Á þessum árum? Þennan vetur hérna 73-74 líklega. Já. Og hvað ertu gamall þennan? 21 ár, hérna haustið 73. En eiginlega ástæðan þegar ég fór suður, ég var nú eiginlega að stefna í annað band. Með bassleikarann Sigga Árna. Já. Og svo bara hringdi í mig og ég var beinn að koma á suður og spila með hljómsveitinni Náttúru. Það var Björgvin hættur, sko. Já. Og það var Kalli Siggards og Siggi Árna og Óli Garðars. Já. Það var svona ákveðið verkefni. Það var hvað heitir það? Nemendamót Verslunarskólans. Já. Sem þið voruð... Og Sigurður Rúnar bindið fyrir að hann stjórnaði því þá, sko. Þannig að þú hefur verið... En á meðan voru þeir Rúdolfsstrákarnir alltaf að suða í mér, sko, koma í bandið, sko. Þannig að þú hefur verið mjög svona heitur á þessum tíma, þú veist, þetta er... Já, til dæmis, ég og Siggi Árna vorum búin að tala mikið saman og ég var búin að djamma með hljómsveitinni Náttúru á Keflavíkurvelli og svona. Þannig að... Þetta hefur náttúrulega verið helviti að koma inn í band eins og Náttúru, ég meina, Björki Gísla var náttúrulega kóngurinn á þessum tíma. Já, þannig að það hefur verið bæði challenge og... Já, alveg mikil upplifun, sko. En þannig að þetta var aldrei spurning fyrir þig að flytja í bæinn, það var bara... Já, það er svona litið bara... Já, eitt af koma sjálfur sér, ekki? Já. Þú þurftir ekkert að setjast niður og fara undir feld og ákveða já, ég nú að yfirgefa mitt byggðarlag. Nei, ég er búinn að vera að spila þarna með, það var komið hátt í 10 hljómsveitir á Akureyri, svona. Já. Ég er búinn að spila með það fram að þessum tíma, sko. Og svo ertu náttúrulega bara tengdur bænum eftir þetta. Við erum svona, eða þannig, ég meina, svo ertu bara komin á kafi í íslenska bransan, músikbransan. Já. Hvað hérna, þú ert að kenna núna í Borgarnesi og spila jazz og allt bara, allt sem er beðin að spila bara. Já. Þannig að hérna, hvað liggja línurnar, hvað er músikstefna sem þú ert svona hrifnastur af núna? Hefur svona þróast yfir í jazzinn? Jazzinn er nú alltaf svona bara, alveg við hliðina, sko. En svona ég reyna svona helst að komast í, minnst þú veist, eitt á ári svona alveg jazzverkefni. Já. Og en núna undanfæri 1-2 ár, sko, þá er maður eiginlega kominn á byrjunarreitin aftur því að það er svo mikið Beatles-spilar í núna. Já, þá bara... Þannig að við komum saman aftur með hljómsveitina Bravo til dæmis. Já, á Akureyri, það ekki í græna hattinum, Já, þá erum við að spila þannig að meira og minna, sko, Beatles-lög, 50-60 Beatles-lög. Og erum svona að rifja upp þetta tímabil, sko, 60 og eitthvað, sko.